Ágætu fundarmenn, my dear new friend Gerd, it's a particular pleasure to welcome you here to Iceland to talk about clusters, not least what I really love, which is the geothermal clusters, because it has a particular purpose in my professional life. But anyway, Gerd, you can't complain that Iceland doesn't receive you in her best robes, covered with white snow, and in such a quantity that even the Icelanders that live here, they didn't realize that we still have winters in Iceland, and that is why at least half of those that should be present here are stuck somewhere in the snowstorms. En ágætu gestir, það mér sérstök ánægja að ávarpa ykkur hér í nokkrum orðum í upphafi þessarar málstofu sem klasa. Ég þekki auðvitað klasa töluvert af mínu fyrri tíð í iðnaðarráðuneytinu og sé að hér bæði þessari málstofu stjórnað af manni þaðan og svo sé ég vin minn Svein Þorgrímsson sem ég held nú fram að sé upphafsmaður allrar klasamyndunar á Íslandi, þar sem að við unnum hvað best í iðnaðarráðuneytinu og meðan ég var iðnaðar- og orkumálaráðherra, það var allt saman gert í klösum og það var klasastjórnum þar og leiddi stundum til þess að það var óskýrt hver var forystjórn og mér fannst ofta að það var ekki ég heldur Sveinn sem réði iðnaðarráðuneytinu. Ég get sagt ykkur það að ég sérstakur áhugamaður íslenska jarðhitaklasann af því ég tel að hann þjóni hagsmunum okkar bæði heima og erlendis og ég eiginlega komin til þess að skýra ykkur frá þeim verkefnum sem að ég vildi gjarnan sjá klasan í framtíðinni starfa við að miðla þekkingu sem að við höfum safnað saman hér á Íslandi til annarra þjóða. Ég eins og mörg ykkar vita, minnst þau sem að tengjast jarðhitamálum áhugamaður jarðhita að fornu. Raunar má segja það sé fátt annað meira rætt á mínu heimili heldur en einmitt jarðhita. Sum okkar, minnst Grímur Sæmundsen, vita af því að ég giftur konu og hef síðustu 40 árin vaknað við hliðin á doktor í jarðhitafræðum sem hefur alls engan áhuga á stjórnmálum. Og líklega hefur það gert hjónabandi jafn endingar gott í þessi 40 ár og raun ber vitni. Að minnsta kosti hefur það leitt til þess að það sem á okkar heimili mætti kalla pillow talk snýst bara jarðhita. Og þið vitið ekki hversu oft ég hef verið minntur á það á mínu heimili að doktorsverkefni þeirrar góðu konu sem fjallaði jarðhita í Kröflu hafi verið svo miklu merkilegra mínu sem eins og ég var að segja Gerd frá fjallaði eins og mörg ykkar vita kynlíf laxa. Góðir áheyrendur, Íslendingar þeir eru ekki bestir í heimi þó við höfum haldið það og talið á árunum fyrir hrun og allt sem við snertum á það yrði að gulli. En hins vegar það þannig að við erum býsna góð í öllu sem að lítur á jarðhita. Ég hef á síðasta ári starfað töluvert mikið með alþjóðabankanum og það var gaman að sjá langt memo frá þeim til innra brúks þar sem að þeir voru að velta fyrir sér þeim þjóðum sem að þeir vildu helst starfa með og fá til þess að leiða sig í jarðhitamálum gagnvart þróun jarðhita í þróunarlöndum og þeir komust á þeirri niðurstöðu að fremsta jarðhitaland í heimi væri Ísland og það væri landið sem að ætti að starfa með. Staðreyndin auðvitað sú að við vitum hvað býr í jörðunni. Við vitum hvers konar auðlind að finna í jarðhitanum. Stundum höldum við að jarðhitinn sé jafn mikilvægur í íslensku samfélagi og raun ber vitni vegna þess að aðstæður hér séu einstakar. Hér sé að finna einstök skilyrði sem ekki að finna annar staðar. En það ekki alls kostar rétt. Vitaskuld hér sérstök skilyrði og þau eru mjög góð, en það rangt að halda því fram að þau séu einstök. Í fjölmörgum löndum eru mjög góð skilyrði til þess að vinna orkur jarðhita, sumstaðar jafngóða hér en sumstaðar líka betri. Ég gæti nefnt mörg svæði því til staðföstu svæði sem ég hef sjálfur skoðað, en það sérstaklega eitt svæði sem að mig langar til að nefna hér vegna þess að það andlag þessara orða sem að ég ætla að fara með hér í dag. Og það Austur-Afríka. Þar á Sigdalnum mikla sem eru 6.000 kílómetra langur að finna 13 lönd og í hópi þeirra nokkur örsnauðustu ríki jarðarinnar. Og helsta ástæðan fyrir fátækt þeirra orkufátækt. Eina orkan sem að sársnauður almenningur þessara landa á kost á fogdýr mengandi orka sem búin til í dísilmótorum sem knúin af olíu sem í gær kostaði 100 dali tunnan.
Þar hafa menn einfaldlega ekki efnahagsleg úrræði til þess að verða sér út orku og það eitt af því sem að fjötrar almenningi í þessum löndum í viðjar fátæktar. Eigi að síður þá búa þau að margvíslegum gæðum, meðal annars jarðhitagæðum, sannkölluðum auðlindum, því þar víða að finna svipuð skilyrði og á Íslandi. Í Eþíópíu eru til dæmis alltaf 20 svæði sem að segja má að hvert sig séu jafnokkar á við hengilinn okkar og í Sigdalnum öllum að finna svo mikinn jarðhita að það talið að hann dygði til þess að framleiða 14 til 15.000 megavött. Og ef að þessar þjóðir ættu líkt og við á sínum tíma kost á orku á viðráðanlegu verði, þá gætu þær alveg eins og við gátum á sínum tíma fyrir röskum 100 árum þegar að við vorum í hópi fátækustu þjóða Evrópu brotið af sér fjötra fátæktarinnar. Þarna kann að vera möguleiki fyrir okkur til að láta gott af okkur leiða. Það hefur verið stefna mín sem þróunarmálaráðherra, því að þróunarmálin eru líka undir utanríkisráðuneytinu, að auka fjármagn til þróunaraðstoðar og ekki síst núna þegar Ísland að sigla út úr efnahagshremmingum og að rétta úr kútnum. Og það var mér þess vegna mikið gleðiefni þegar ég lagði fyrir Alþingi Íslendinga tillögu kerfisbundna aukningu á þróunaraðstoð fram til ársins 2020 sem átti að byrja á þessu ári, að það var samþykkt af Alþingi Íslendinga, og það kann að koma ykkur á óvart en það var samþykkt einróma, það gerist nú ekki oft í dag á þinginu. Og á nýbyrjuðu ári þá veruleg aukning til þessara mála. Og ég þeirrar pólitísku skoðunar að við eigum að nota aukninguna til þess að styðja þjóðirnar í Austur-Afríku, fátækar og orkusnauðar þjóðir sem að búa yfir jarðhitagæðum til að nýta þessa auðlind og aðstoða þær við að feta sömu slóð og við á sínum tíma til þess að brjótast úr fátækt til bjargálna. Og ég hef líka reynt að fylgja þeirri meginreglu að brjóta mínum pólitísku skoðunum farveg til framkvæmda í krafti þess framkvæmdavald sem ég stund trúað fyrir. Og á síðasta ári, eftir að ljóst varð að það yrði aukningu, verulega aukningu á fjármagni til þróunarmála að ræða, þá hefur utanríkisráðuneyti beitt sér fyrir miklum viðræðum við bæði Alþjóðabankann, við Norræna þróunarsjóðinn og sömuleiðis við einstök stór ríki, auðugríki og ríkjabandalög sem búa yfir gríðarlegum sjóðum sem eiga að fara í það að fjármagna yfirfærslu á tækni frá Vesturlöndum til þróunarlanda sem á að stuðla að því að bæta loftslag heimsins og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þessar viðræður sem að utanríkisráðuneytið átti frumkvæði að hafa fyrst og fremst snúist þessi ríki sem að við höfum áhuga á að miðla af okkar þekkingu í jarðhitamálum, það að segja ríkin 13 í austur-afríska Sigdalnum. Eins og ég sagði, þar talið að megi virkja alltaf 14.000 megavött. Ég tala nú ekki ef okkur tækist hér á Íslandi að ná þeim árangri sem við höfum verið að basla við, að ná tökum á djúpborunartækninni, að þá varu hugsanlega hægt að eða fjórfalda þetta magn og munar minna. Sum þessara ríkja, eins og til dæmis Kenía, eru þegar komin töluvert áleiðis, ekki síst fyrir atbeina íslenskra fyrirtæki og þó kannski miklu fremur fyrir atbeina þess verkefnis sem langbest heppnaða verkefni okkar á sviði þróunarmála og sennilega besta framlag okkar til jarðhitamála í heiminum sem jarðhitaháskóli Sameinuðu þjóðanna sem að Íslendingar kosta að öllu leyti og hafa gert í 30 ár og útskrifað 700 námsmenn héðan. Þetta fólk í dag allt saman orðið að millistjórnendum, jafnvel yfirmönnum sinna jarðhitastofnana. Hvarvetna sem ég kem sem utanríkisráðherra eða iðnaðar- og orkuráðherra meðan á því stóð, þá hitti ég á fleti fyrir námsmenn sem ég ýmist hafði útskrifað sjálfur úr jarðhitaskólanum eða höfðu verið nemendur hjá konu minni, Dr. Árníu, sem hefur starfað þar að hluta til frá upphafi. Þegar ég satt í sófanum hjá forseta Indónesíu, sem eins og þið vitið í reynd hvílir á því sem kalla má Ring of Fire, satt þar ásamt 2 öðrum ráðherrum, 10 yfirmönnum orkumála og sagði honum af jarðhitaháskólanum. Þá spurði hann hvað eru margir hér inni sem hafa farið hann, þá réttu 4 upp hönd. 4 af 10 helstu stjórnendum jarðhitamála í Indónesíu. En sum þessara landa eru auðvitað komin miklu skemur á stað.
Í þessum viðræðum sem ég var að greina ykkur frá að við höfum átt við Alþjóðabankann og Norræna þróunarsjóðinn, þá hafa markmiðin verið þrenn. Í fyrsta lagi að Alþjóðabankinn gerir samning við Ísland það að Ísland verði með formlegum hætti leiðarhnoða hins öfluga Alþjóðabanka varðandi allt sem lýtur að þróun jarðhita í þróunarríkjunum. Við höfum lagt sérstaka áherslu á Alþjóðabankann vegna þess að hann hefur yfir svo gríðarlegu fjármagni að ráða og líka vegna þess að þar hefur ekki verið skilningur fyrr en alveg nýlega á möguleikum jarðhitans. Vegna þess að jarðhitin sem orkugjafi í hinum orkusvelta heimi, hann hefur alltaf verið undir radar þeirra sem eru að móta stefnuna. Þannig að við höfum einbeitt okkur að því til að koma okkar afstöðu á framfæri að ná þeirri stöðu að verða formleg ráðgjafa þjóð Alþjóðabankans. Í öðru lagi þá hafa viðræðurnar snúist það að hraða jarðhitavæðingu allra þessara ríkja með því að tryggja fjármagn úr eigin sjóðum, frá bankanum og frá Norræna þróunarsjóðnum, nægilegt fjármagn til að kortleggja möguleika allra þessara ríkja á Seyðisdalnum og vinna alla undirbúningsvinnu fram að tilraunaborunum. Og í þriðja lagi þá hefur það verið okkar markmið að fá síðan Alþjóðabankann en líka einstök stór ríki og ríkjabandalög sem að ráða yfir stórum sjóðum til þess að fjármagna tilraunaboranir. En þau ykkar sem að lifið og hrærist innan jarðhitasamfélagsins vitið að flöskuhálsinn liggur þar í tilraunaborunum vegna þess að áhættan er mest þar og það jafnan erfiðast að fjármagna þennan fasa. Og það er þess vegna sérstaklega ánægjulegt að geta hér á þessum snjóríka morgni sagt íslenska jarðhitasamfélaginu frá því hér í dag, fyrsta skipti opinberlega, að þessum fyrstu 2 skrefum að þessari 3 þrepa áætlun náð. Við höfum núna í desember og janúar náð formlegu sögulegu samkomulagi við Alþjóðabankann samvinnu Íslands og bankans gagnvart jarðhitavæðingu Austur-Afríku sem að hér eftir mun þá verða eitt af flaggskipunum og áherslu sviðunum í okkar þróunarstarfi. Samkomulagið það byggir á verkaskiptingu þar sem Íslendingar nýta fjármagn af þróunaraðstoð, fá fjármagn úr Alþjóðabankanum og frá Norræna þróunarsjóðnum til þess að aðstoða þessi ríki við að meta og kortleggja jarðhitasvæðin, gera allar nauðsynlegar grunnrannsóknir og veita liðsinni við gerð áætlana boranir sem þarf til þess að meta stærð auðlindanna. Þetta er sem sagt forsenda þess að það sé hægt að draga síðan að alþjóðlegt fjármagn hugsanlega úr einkageiranum til þess að ráðast í gerð orkuvirkja. Hlutverk Alþjóðabankans í þessu samkomulagi mun hins vegar vera þess eðlis að útvega fjármagni sem þarf til þess að gera nauðsynlegar hagkvæmnisathuganir og framkvæma tilraunaboranir. Og þetta er í fyrsta skipti sem það tekst að fá bankan til þess að leggja fram fé í þennan erfiðast og áhættusamasta fasa jarðhita þróunar. Þetta er gríðarlega mikilvægt en það kostar miklar fjárhæðir til að fjármagna þær 4-5 tilraunahólur sem segja má að séu nauðsynlegar til þess að fá þokkalega mynd af hverju jarðhitasvæði og sá kostnaður fer í engum tilvikum undir 20 milljónir bandaríkjadala. Og það er sjálfsagt að segja frá því hér líka með óformlegum hætti og eins og maðurinn sagði við útifundin ekki til þess að hafa eftir að við í samvinnu við Alþjóðabankann höfum síðan átt sérstakku viðræður við 3 stór ríki sem hafa yfir að ráða gríðarlegum sjóðum til þess að flytja tækniþekkingu til þróunaraðstoðar það að taka að sér með okkur Íslendingum sérstök ríkið vænleg svæði til þess að halda áfram og ráðast í það að búa til á markaðslegum forsendum orkuvirki sem að framleiða orku í þessum löndum. Þannig að það er algjörlega ljóst að það eru framundan mikil verkefni sem Íslendingar munu bera hitann og þungan af og töluverðan kostnað og vera í fararbroddi við að afla frekara fjármagns til þess að taka verkefnin inn á aðri stig, þar að segja á framkvæmdastig að loknum tilraunaborunum. Gegnumbroti í þessu máli felst hins vegar í því að fá Alþjóðabankann til þess að tryggja fjármagnið á tilraunaborunum.
Og ég lít svo á að þetta samkomulag það brjóti í blað, það sé í senn viðurkenning á forystu Íslands á jarðhitasviðinu og það geta að lokum leitt til þess að 150 milljónir íbúa á þessu svæði verði leystir úr fjötrum orkufátæktar í framtíðinni. Þetta er mikill ávinningur fyrir okkur, fyrir þá sem að standa að íslenska jarðhitaklasanum, en auðvitað fyrst og fremst ávinningur fyrir íbúa þessara landa og fyrir umhverfi heimsins. Þetta hefur verið mér mikið kappsmál og ég hef átt gott samstarf við marga um þetta, en mér langar alveg sérstaklega á þessari stund að þakka mínum góða starfsmanni Benedikt Höskuldsyni sem hefur starfað með íslenska jarðhitaklasanum og er staddur hér einhvers staðar í dag, fyrir gríðarlega góða samvinnu að þessu kappsmálu mínu, sem ekki bara bætir alveg örugglega hjónabandið mitt, heldur margt annað líka, og hann hefur staðið sig alveg afburða vel í undirbúningi þessa máls. Og við jarðhitaklasan segi ég svo þetta, sem ég er beinlínis tilkominn til þess að segja: ég hef stutt klasan frá upphafi. Ég hef verið mjög ánægður með það hvernig hann hefur þróast. Við veitum öll að atgerfið í jarðhitanum hefur sannarlega verið mikið í landinu, en það hefur verið dreift og á köflum þá hefur það ekki talað mikið saman og það hefur verið engin sameiginlegur vettvangur til þess að safna í einn brennipunkt reynslunni og þekkingunni sem hér hefur orðið til og hér er að verða til. Einn tilgangur klasans er meðal annars að gera það, til þess að við Íslendingar verðum í betri færum til þess að yfirfæra þessa þekkingu til annarra landa sem eru núna að byrja sitt landnám í vinnslu jarðhita. Og ég segi það alveg skýrt að ég tel að það sé eina forsendunum fyrir því að það sé hægt fyrir Íslendinga að ráðast í það að taka að sér svona stórt verkefni sem að ég hef hér verið að lýsa í fyrsta skipti opinberlega, að það sé hægt að fá samstarf innan íslenska jarðhitaklasans til þess að skipuleggja og vinna þessi verkefni sem verða mjög mikil á næstu 10 árum. En í gegnum jarðhitaklasan þá tel ég að séu loksins komin tækifæri til þess að miðla með skipulegum hætti okkar íslensku reynslu til þess að aðstoða aðrar þjóðir við að gera það sem við höfum sjálf gert og varast þau vandamál sem að við höfum lent í á okkar vegferð. Ég óska ykkur svo árangusríkrar málstof í dag. Ég vildi að ég gæti verið með ykkur lengur, en ég þarf því miður að ganga til fundar við það friðsamlega samfélag sem heitir Ríkisstjórn Íslands og stýra það landstjórninni núna í dag. En þakka ykkur innilega fyrir og gaman að vera með ykkur og gaman að sjá hvað klasinn hefur þróast vel og þeir sem að honum standa eiga sannarlega hrós skilið fyrir frumkvæði sinn. Takk fyrir.